Komið sæl, og þó ég hafi byrjað fyrir minni í fjarskiptum hjá Símona fyrir áratugum, þá starfa ég núna hjá Mílu. Nú, eins og ég kannski viti þá á Míla og rekur mjög víðtækt landsþekkandi grunnfjarskiptanet og ég ætla að segja ykkur aðeins frá því hvernig þetta virkar og hætturnar sem raun og veru leynast þarna. Þetta eru hættur sem maður sér einungis ef þú ert á jörðinni. Þetta sérð ekki úr 30.000 fetum eins og umræðan stundum. Nú, innviði fjarskipta, öryggi þeirra og aðgangur að háhraðanetstengingum skiptir sköpum fyrir framþróun á öllum sviðum samfélagsins. Halló. Þarna, þessi voðalega idiot-proof fjarstýring hérna, hún ekki alveg að fungera. Sem sagt, bakk áfram fyrir það sem koma eftir. Jæja, samhengið á milli öryggi fjarskipta og Internet of Things mjög sterkt og krefst mikillar athygli og umræðu. Á þessari ráðstefnu sjónum beint meðal annars að notkun nettengdra tækja til þess að létta okkur lífið, opnað fyrir að því virðist endalausa nýja þjónustumöguleika í nánast öllum atvinnugreinum. Með þessu hlutverk og mikilvægi fjarskiptatækninnar í daglegu lífi sífellt að aukast. Hér í dag ætla ég að beina sjónum að undirlagi almennra fjarskiptakerfa, hvernig það byggt upp og benda á þær hættur sem þar leynast. Forsenda fyrir framþróun í Internet of Things tækni áreiðanleiki og öryggi undirliggjandi innviða og lausna. Nei. Yes. Nú, fjarskipti og fjarskiptaþjónusta orðin einn af hornsteinum í okkar samfélagi og mikilvægi þeirra vex með hverju árinu sem líður. Mörg kerfi þurfa að vinna saman til þess að þjónustan virki sem skyldi. Með fleiri nettengdum hlutum og mikilvægi þeirra fyrir almenning, svo sem umönnun aldraðra, sjálfvirkni, það ljóst að þjónustan verður að vera nánast alltaf aðgengileg. Og þá spyr maður sig, undirlagið í lagi? Í augum margra fjarskiptakerfi aðeins það sem við erum með í höndunum og sýnilegt, svo sem farsími, farsímaloftnet, heimarátir, venjulegu sími og einhverjir kaplar. En til þess að getum nýtt okkur þjónustuna sem fjarskiptafyrirtæki bjóða, þarf mikið, dýrt og flókið undirlag sem flestum dulið. Skilningur á virkni og hlutverki undirlagsins nauðsynlegt öllum þeim sem koma nálægt hönnun nýrra þjónustu og einnig þeim sem setja lög og reglur, gera opinbera áætlanir og eftirlitsstofnunum. Og hvernig svo undirlagið? Það 600 tækjahús allt land sem Míla á að hluta til og rekur. Það yfir 5.000 kílómetrar af ljósleiðarastreng. Mörg þúsund kerfiseiningar og svo það sem oft gleymist, það upplýsingakerfin til þess að láta þetta allt ganga. Áður en við svörum þeirri spurningu hvort undirlagi traustsins skulum við skoða aðeins hvernig það Margir halda að með því að leggja ljósleiðara búið að koma á fjarskiptaþjónustu. En svo ekki. Ljósleiðari einungis eitt púsl í púsluspilinu sem grunnurinn að traustri fjarskiptaþjónustu. Rafmagn hjá notenda og á allri þeirri leið sem þjónustan fer grunnurinn að þessu öllu. En við höfum rafmagn, segja allir. Jú, rafmagn að vísu að koma og fara oft á dag allt land. Og við höfuðborgarbúar verðum líka við það af og til. Sem dæmi hafa í kerfi Mílu verið skráð 15 rof á veiturafmagni í þéttbýli frá áramótum til dagsins í dag. Beinum sjónum okkar aðeins að mikilvægi veiturafmagns fyrir fjarskipti og hlutverk varaafls. Varaafl getur verið með ýmsum hætti og fæstir hafa varaaflsgjafa á heimilunum. Nú allur gangur á því hvernig fyrirtæki tryggja sér rafmagn
verði truflun á veiturafmagni. Rafgeymar eru notaðir, þeir duga náttúrulega mislengi og hvað duga lengi, það sé á rofþolið, það ræður bara hver og einn. Nú dísilrafstöðvar eru líka notaðar á stærri stöðum, svona mikilvægum stöðum, en hver kannast ekki við fyrirsögnina, nýbúið var að prófa vararafstöðuna en hún fór ekki í gang. Þetta heyrist því miður oft. Við langvarandi rafmagnsleysi er oft skert netsamband í farnetum í dreifbýli til þess að halda upp í talsímaþjónustu. Og hvað gerist þegar rafmagn fer af fjarskiptakerfinu? Loftræsting stöðvast og það sem margir gleyma að þá fer kælingin og búnaður getur ofhitnað. Rafgeymar byrja að afhlaðast, þeir klárast og þá dettur búnaður út og það verður ekkert fjarskiptasamband. Þetta er ekki vanlegt ástand þegar nettengt tæki sem hafa til dæmis eftirlit með fasteignum, umferðarljósum og öldruðum einstaklingum verða mögulega sambandslaus við þessar aðstæður. Og eftir tryggu veitu og vararafmagni koma tengingar á milli kerfiseininga inn í myndina og þá tengingar sem verða að vera tryggar. Í lausnakassanum eigum við línur í jörðu, bæði kopar og ljósleiðara, einnig örbylgjukerfi sem eru mikið notuð til þess að koma á samböndum upp á fjallatoppa og það sem ekki hagkvæmt að leggja ljósleiðara. Á höfuðborgarsvæðinu nota fjarskiptafyrirtækin að mestu svarta ljósleiðara til samskipta. Hvernig er kerfisögunin? Eru tryggar aðskildar leiðir milli kjarnabúnaðar eða fer allt í sama strengnum? Eru öll eggin í sömu korfunni og miðlægi tvöfaldi búnaðurinn hlið við hlið í sömu byggingunni? Um 40 þéttbýlisstaðir á landsringmílu, það er að segja stóri hringurinn í kringum landið, fyrir utan Vestfirði og Snæfellsnes. Já, það eru 40 þéttbýlisstaðir á þessum hring, með mögulegar tengingar í 2 áttir. Aðeins minni hluti þeirra er á virkum hring, það er að segja, sem skiptir sjálfkrafa á milli leiða bíli aðaleið. Fjarskiptafyrirtækin eru skiljanlega að lágmarka sinn tilkostnað við að dreifa þjónustu sinni landið og kaupa sér aðeins varasambönd í mjög takmörkuðu mæli. Líklega halda margir, eftir að skoða svona mynd, að Tröllaskaginn og norðausturhornið og til dæmis uppsveitir Suðurlands séu örugg vegna hringtengs ljósleiðara. Ég held ekki. Allir fjarskiptastaðir á Vestfjörðum verða ekki með sjálfvirkar varaleiðir, þó svo að landsvæðið verði hringtengt með ljósleiðara. Sé varaleið ekki skilgreind, upptengd og virk, mun rof verða á þjónustu á meðan verið er að útbúa og skipta yfir á varasamband, sé það mögulegt. Skilningur á öryggi fjarskipta er ekki nægur og virðast fjarskiptafyrirtækin sem veita almenna fjarskiptaþjónustu á landsbyggðinni ekki tilbúin að borga fyrir öryggið. Í harðri samkeppni eru menn tilbúnir að taka sénsinn. Menn spyrja kannski af hverju og svarið er örugglega öryggi kostar og tekjurnar af þessu landsvæði standi ekki undir því. Í fjarskiptaáætlun segir ljósleiðara hringtenging nái að lágmarki til landsvæða byggðakjarna með yfir 5.000–1.000 íbúa. Byggðakjarnar á landi með yfir 50 íbúa séu tengdir á ljósleiðara. Í skýrslunni Ísland ljósvætt stendur því ber að tryggja að allar tengingar þeirra bakneta sem tengja háhraðanet landsmanna séu áreiðanlegar, þar með talið að hringtengja skal öll landsvæði. Þetta eru háleit markmið, en það er ekki nóg að horfast á strik á korti og halda allt sé í fína lagi og markmiðu náð og öryggi tryggt. Raunveruleikinn er annars. Nú 2 og stundum fleiri burðanet sjá landsmönnum fyrir almennir fjarskiptaþjónustu. Þau eru ekki samtengt. Margföld fjárfesting er til staðar til þess að viðhalda samkeppni. Öryggi virðist vera aukaatriði eða að yfirvöld og eftirlitsaðilar geri sér ekki grein fyrir raunveruleikanum. Yfirvöld ýta undir samkeppni í innviðauppbyggingu
á kostnað öryggis. Það staðreynd sem oft gleymist að nánast öll fjarskiptaþjónusta á Íslandi á sér uppruna á höfuðborgarsvæðinu, þar með talið útlandasambönd. Seyðfirðingar búa ekki að því að hafa sæstreng að landi hjá sér. Það allt flutt suður og svo aftur tilbaka, eins og með póst og mjólk til dæmis. Nú á þjónustuna þarf að afhenda til viðskiptavina allt land. Kostnaðurinn við að koma henni til viðskiptavina í beinu hlutfalli við vegalengdina frá upphafstað, það að segja höfuðborgarsvæðinu. Auðvitað ódýrast að afhenda hana á höfuðborgarsvæðinu, þar mest framboð því þar eru stærstu tekjumöguleikarnir. Uppbygging fjarskiptakerfa verður að þola að hluti þeirra keðju sem flytur þjónustuna til notenda bregðist. Kerfiseiningar sem þarf til að veita þjónustu langan veg geta verið mjög margar og þær hafa bilað og munu halda því áfram. Stöðug tenging við miðlæga búnaðinn á höfuðborgarsvæðinu skilyrði fyrir því að hægt sé að veita örugga fjarskiptaþjónustu allt land. Það verður ekkert netsamband og til dæmis ekki hægt að hringja milli bæja í sveitum landsins, rofni sú tenging þegar ný tækni hefur tekið við. Skert þjónusta verður ekki ásættanleg þegar tækin eru farin að tala saman fyrir alvöru. Því miður næst ekki samband sem stendur eitthvað sem ekki má heyrast. Nú eldri aðgangskerfin þau þoldu ýmislegt. Rafmagnsleysi hjá notenda skiptir litlu máli. Það þurfti bara kertaljós til að finna símann. Talsími var ákveðið öryggistæki, oft með varaafl upp á 24 klukkustundir. Símtæki hjá notenda fékk rafmagn í gegnum kóparlínuna. Mikil áhersla var lögð á að tryggja öryggi talsímaþjónustu. En þú gast bara talað. Ný tækni og nýrri aðgangskerfi eru öðruvísi. Tækin á heimilunum eru háð veiturafmagni. Fjarskiptabúnaður á heimilum dettur út í rafmagnsleysi í langflestum tilfellum. Það var rafmagnslaust á Eyjafirði fyrir jól og þá sáum við í kerfi Mílu, það duttur náttúrulega allir út nema einn. Hann var með varaafl, ekki veit ég hvað hann var að gera. Nú, þegar rafmagni dettur út, þá segja flestir, ok, við notum bara farsímann. En hvað endist varaafli lengi á farsímasendinum? Netsamband í boði í rafmagnsleysinu? Dreifbýlið sérstaklega viðkvæmt. Langvarandi rafmagnsleysi getur orðið, örugglega á versta tíma og enn takmörkuð útbreiðsla farneta. Farsímakerfi í sveitum eru heldur ekki hönnuð fyrir innanhúsnotkun. Ljósleiðaravæðing allt land má ekki vera til þess að öryggi almennings sé ógnað. Símtenging krafa. Það verður að vera til hjáleið varaþjónusta. Þráðlaus og þráðbundin þjónusta verður að vinna saman. En ef farnetum ætlað að taka við ef þráðbundin kerfi bregðast, þarf að hanna farnetin þannig frá upphafi og það kostar. Spyrja má hvort fjöldi notenda geti staðið undir þeim kostnaði. Nýjir aðilar eru komnir í fjarskiptarekstur og áherslu lögð á að tengja eins marga og hægt eins ódýrt og hægt En það ekki nóg að leggja ljósleiðarann. Hann þarf að reka, því gleyma menn oft. Áður en fjármunum almennings ráðstafað í nýjustu tækni vert að tryggja að þeim sé varið faglega og uppbygging og rekstur kerfana ógni ekki almannaöryggi. Einhver stafur eða eru settar fram kröfur rekstraröryggi þeirra kerfa sem byggja upp fyrir almannafé? Ég sé það ekki. Mikið talað kosti ljósleiðara aðgangskerfa, en ekkert þær áskorunir varðandi rekstur og öryggi sem felst í því að byggja upp slíkt kerfi. Það eru til reglur sem fjarskiptafyrirtæki og þar með talið sveitarfélög sem reka ljósleiðarakerfi eiga að fara eftir. Ég efast að þeim sé mikill gaumur gefinn og líklega vita sveitarfélög ekki þessar skyldur. Sé gefinn afsláttur af fjarskiptalögum og reglum öryggi almennings ógnað.
Og svo það náttúran sem við búum við. Náttúruhamfarir og óveður. Í náttúruhamfarum og í óveðri mikilvægt að fjarskiptaþjónusta sé í lagi. Fjarskipti gegna lykilhlutverki í almannavörnum og hjá viðbragðsaðilum. Yfirsýn á umfang ógnana og hugsanlegar afleiðingar þeirra fæst ekki nema fjarskiptakerfi virki. Neyðar- og öryggisfjarskipti í dag að mestu óháð því sem kallað almennt fjarskiptanet. Þau verða að virka þótt allt annað bregðist. Tryggja verður að þannig fjarskipti séu óháð almennri fjarskiptaþjónustu. Nú vísindamenn þurfa stöðugt upplýsingafræði frá mælitækjum. Megnið af upplýsingum hvers kyns mælitækja vísindamanna koma í dag það sem kallað almennt fjarskiptanet sem veitir almenna fjarskiptaþjónustu. Það ódýrast. Hvað ef net ekki til staðar? Netárás samhliða óveðri og náttúruhamförum ógn sem einnig verður að hafa í huga. Og ég spyr, þarf ekki að fara að huga að tryggu gagnaflutningsneti fyrir mælitæki og skynjara sem gegna almannavarnahlutverki. Og hvað getur gerst? Nú öll þekkjum við það að óveður getur valdið rafmagnstruflunum. Loftnet á örbylgjumöstrum geta snúist, hlaðist ís eða fokið bara út í buskann. Möstur geta fallið og hafa fallið. Vatnsflóð ógna strengjum í jörðu eða í brún. Snjóflóð geta fallið. Nú eldgos verða reglulega með öskufalli. Flóðahætta getur orðið vegna bráðnunar í jöklum. Svo eldingar í gosmekki. Við fáum jarðskjálfta af og til og þá getur búnaðar og möstur fallið, hús geta skemmst, sprungir í jarðvegi slíti strengi. Og svo náttúrulega rafmagnsleysi sem oft kemur upp með þeim afleiðingum sem áður hefur lýst. Hvað höfum við lært? Nú, í Grímsvatnagosinu 1998 kom flóð yfir Skeiðarársand sem þurrkaði út stóran hluta af strengnum yfir sandinn. Hringtenging landsins var rofin í langan tíma. Ný strengur var lagður neðar á sandinum til að tryggja það að þetta gerist ekki aftur. Nú, þegar gaus aftur í Grímsvötnum 2011, þá var það öskufall sem var helsta ógnin. Askan stíflaði loftræstingu tækjahúsa og búnaður ofhitnaði. Tækjahús þurftu gjörgæslu. Þetta var alveg ný staða. Í Suðurlandsskjálftum þá var eitt ljósleiðara slit vegna þess að það var jarðskrið undir Ingólfsfjalli sem tók í sundur streng. Búnaður í öllum símstöðunum á svæðinu, hann hélst á sínum stað og datt ekki út hvorki í eiginlegri og óeiginlegri merkingu. Það var tímabundið álag á farsímakerfi og talsímakerfinu. Nú gosið í Fimmvörðuhálsi hafði engin áhrif á fjarskiptakerfið. Gosið í Eyjafjallajökli þá var aftur öskufall sem er helsta ógnin með sömu afleiðingum og áður var lýst. Aftur þurfti að vakta tækjahús, skipta síur reglulega, keyra á milli og passa að búnaðurinn ofhitnaði ekki og einnig að hlaða rafgeyma á stöðum. Nú Bárðarbungu umbrotin, þá var alveg það sem hefði geta gerst, sem var kortlagt og afleiðingar metnar, en gosið hafði engin áhrif á fjarskiptakerfið sjálft. Mikil umræða öryggi fer af stað þegar vá steðjar að, en svo dettur allt í dún og logn. Nú lag, en það mjög lítið í gangi í fjarskiptakerfinu. Þurfum við annað gos eða jarðskjálfta til þess að vakna upp og byrja aftur. Enn og aftur kemur krafan samkeppni og tortryggni á milli fyrirtækja og eftirlitsaðila í veg fyrir samvinnu. Við hjá Mílu höfum háð harða baráttu við sveitarfélag og skipulags afsökun á þessu. Nú, eftir að mikilvægi kerfanna eykst, aukast líkurnar á skemmdarverkum. Yfirvöld verða að gera sér betur grein fyrir mikilvægi þess að tryggja öryggi þeirra innviða sem þjóna grunn fjarskiptakerfum og á leiðinni fjarskiptum sem tengjast öryggis- og neyðarfjarskiptum. Á netinu til dæmis hægt að finna fallegt kort í lit sem sýnir staðsetningu allra tetrasenda á landinu. Er það eðlilegt?
Hluti fjarskiptalagna inn í mjög mikilvæga fjarskiptamiðstöð einnig hægt að finna á netinu. Hvað næst? Í dreifbýli allt og auðvelt að vinna markviss skemmdarverk á innviðum sem geta haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir öryggi almennings. Eðlilegt að upplýsingar og lagnir til fjarskiptastaða séu opinberar á vefsíðum sveitarfélaga, veitu og fjarskiptafyrirtækja. Ein skóflustunga á réttum stað og skaðinn skeður. Upplýsingar lagnir eiga ekki að vera opinberar. Við hjá Mílu höfum háð harða baráttu við sveitarfélög og skipulagsyfirvöld. Upplýsingar lagnir Mílu eiga ekki að vera aðgengilegar almenningi. Við höfum mætt töluverðu skilningsleysi hjá mörgum. Míla hefur lent í alvarlegum áföllum vegna markvissra skemmdarverka sem rekja má til upplýsinga sem voru aðgengilegar á netinu. Í mörg ár hefur staðið til að skilgreina mikilvæga innviði til þess að geta slegið skjaldborg þá. Ekkert bólar á þeirri skilgreiningu. Og þessu tengt, þetta sem kemur fram í 3. og 4. grein fer ekki saman. Nú segi einhverju ég sé að misskilja þetta allt saman. Þetta stendur þarna. Fjarskiptasendistaðir gegna mjög mikilvægu hlutverki í öryggi almennings. Þetta mun einungis veikja öryggið og koma í veg fyrir að hægt sé að vernda innviði í samræmi við 3. grein. Þetta líka algjörlega á skjön að mínu mati við nýlega net- og upplýsingaöryggistefnu. Skemmdarvargar vita þá nákvæmlega hvert að fara til þess að valda sem mestu tjóni. Þarna líka verið að gefa í skyn að þráðlaus fjarskipti séu ekki umhverfisvæn. Internet of Things eða nettengdir hlutir munu að mestu leyti byggja á þráðlausri tækni. Fjarskiptaáætlun fjallar líka hluti sem alls ekki hægt að flokka undir fjarskipti. Lesið orðskýringuna á orðinu fjarskipti. Hún hvers konar sending og móttaka tákna, merkja, skriftar, mynda og hljóða eða hvers konar boðmiðlun eftir leiðslum með þráðlausri útbreiðslu eða öðrum rafsegulbylgjum. Póstþjónusta ekki framkvæmd með rafsegulbylgjum svo vita sé. Samt fjallað hana og ýmislegt fleira. Ef svo á að vera áfram, kallið þá skjalið eitthvað annað en fjarskiptaáætlun. Fjarskiptaáætlun má ekki vera hugsuð til þess að afla stjórnmálamönnum atkvæða eða til þess að réttlæta tilveru og fjármagn til ráðgjafa, ráðuneyta og eftirlitsaðila. Hún má ekki vera endurgerð á ævintýrinu nýju föt keisarans. Keisarinn verður að vera í fötum. Búnaður bilar, strengir, slitna og möstur falla og ýmislegt getur gerst í kerfinu. En þeir sem byggja þjónustu sína á þessu kerfi verða að taka þetta með í reikningin. Frá upphafi ljósleiðarlagningar á Íslandi, sem Síminn stóð að og fleiri, 1986, hafa orðið 150 slit í ljósleiðarastofnkerfi því sem Míla rekur í dag. Þetta að meðaltali 5 á ári. Svona til gamans, ef þetta segir sér gaman, þá árið 2007 urðu 15 slit á þessu kerfi. Var það góðærir. Í aðgangsnetinu slitna strengir oft á mánuði. Það gilda engin önnur lögmál þá strengi sem verið að leggja í dag. Þeir munu slitna vegna þess sem kalla má eðlilegra ástæðna. Jarðskrið getur orðið vegna rigninga eða jarðskjálfta. Mistök eiga sér stað. Ég hélt að strengur væri hinum megin, segja menn stundum. Skemmdarvargar hafa slitið strengi. Svo eru strengi líka teknir í sundur tímabundið. Það þarf að færa þá eða vinna við þá. Búnaði getur bilað. En þá nauðsynlegt að það sé til verklagsreglur rekstraraðila strengs viðgerð, viðbragð, varaleiðir og varahluti. Þetta eru allt alvarlegir atburðir sem ég hef verið að minnast á hérna, en þetta bara raunveruleikinn. Með fleiri nettengdum hlutum og mikilvægi þeirra fyrir almenning, svo sem umönnun aldraðra eða sjálfvirkni, það ljóst að þjónustan verður nánast alltaf að vera aðgengileg. Öryggi gagna, lausna,
flutningskerfa og stóðkerfa skiptir öllu máli varðandi tiltrú almennings og fyrirtækja á nýja tækni. Þekking á undirstöðum, veikleikum og virkni grunnfjarskiptakerfa mun hjálpa þeim sem að þróa þjónustu við nettengda hluti. Þjónusta sem byggir á nettengdum hlutum mun verði brennidepli næstu árin, en svo verður hún sjálfsagður hlutur og menn munu minnast skammstöfunarinnar IoT með bros á vör. Huga verður að öryggi frá upphafi, erfitt og dýrt að plástra lausnina eftir á. Í samhengi við Internet of Things eða nettengda hluti og framtíðina vona ég að mér hafi tekist að varpa ljósi á mikilvægi innviða og grunnfjarskiptakerfa og þeim veikleikum sem þau hafa. Einnig vona ég að mér hafi tekist að varpa ljósi á það staðreynd að traustir grunnfjarskiptainnviðir til þess að þjóna framtíða fjarskiptaþjónustu allt land eru skilyrði fyrir frekari innleiðingu og notkun nettengdra hluta. Og svona í blálókin þá viljum við hjá Mílu benda á að fyrir ári síðan hafði Míla frumkvæði að því að kynna möguleika og mikilvægi þess að stofna til samstarfsgrundvallar meðal fjarskiptafyrirtækja og annarra aðila á markaðnum hugmynda á ákveðnum fjarskiptaklasa væri að ræða. Það verkefni enn í gangi. Hvað svo sem samstarfi mun heita, þá samstarf ólíkra lykilaðila mikilvægt. Ekki síst til þess að skapa grundvöll fyrir sameiginlegum skilningi og forgangsröðun verkefna. Takk fyrir.